þau voru svo alveg vissum að þetta væri fake sko. Að ég væri ekkert að ráða þér sko. En ég heldur ekki til að stækka allt á rætt sko. Ég var með nokkuð markmið fyrir árið og það var að vinna til verðlauna á erlendu vettvangi og það hlutverk okkar að púsla saman hópa af einstaklingum. Þarf ekkert að vera stjörnur í hverju einu stöðu sko. En það bara hvernig við vinnum saman sem eining. Og það líka bara kjark að geta sagt að við bara hópinn og sjálfan sig að þú veist verið ok, ég get ekki verið alveg allt. Ég ætla bara að vera geggjaður hérna. Sigurður Svansson, annar stofnandi Sahara auglýsingastofuna. Blessaður. Hvenær stofnuði auglýsingastofuna? 2016. September 2016. Ok. Hver ástæðan fyrir ákveður að stofna einu auglýsingastofu? Herði, alltaf ekki bara, það var alltaf blunda í mér að vilja gera eitthvað sjálfur og félag minn átti auglýsingastofu, auglýsingastofu framleiðslufyrirtæki, Silent og hann búinn að vera í þessu síðan 2009, þannig að hann búinn að vera í hina þessu og öllu tengdu marketing og kynntist í gennum sameiginlega vin og svo alltaf þegar við hittumst þá voru alltaf spjallum markaðsmál og viðburði og alls konar svona og svo sumarið 2016 tíman í júní eða júlí þá hringir hann í mig og spyr hvort ég sé ekki til að slást í lið með sér og stofna samfélagsmiðla fyrirtæki og ég var ég var að vinna á Símanum á Red Bull á þeim tíma og hitti bara á góðan tímapunkt þú veist, langaði að prófa eitthvað nýtt og fannst þetta spennandi, ég var búin að vera eitthvað í samfélagsmiðlum og svona marketing og búið til content og eitthvað svona og fannst þetta eiga vel við mig, þannig að það var ekki hard sell, þannig að ég stökk á þetta þannig að stofnum þetta saman. Já, hvað varst að gera þenni hjá Símanum og Red Bull á undan? Hjá Símanum var ég var svona mestmegnis í sölu og þjónustu, var í endursölu og svo var ég komin í einhver svona hliðaverkefni áður ég rétt ári í hætti og en hjá Red Bull var ég bara í alls konar. Við vorum lítið teim á Íslandi, þannig að ég var í viðburðastjórnun, markaðsmálum, kynningastarfsemi, þú veist, sjáum samfélagsmiðlana, þú veist, basically bara það sem þurfti að gera það var maður fekk ótrúlega mörg tækifæri þar Þannig, já, varstu að sjá að markaðsetta Red Bull á Íslandi? Já, þetta byrjaði fyrsta gigið mitt var að markaðsetta Red Bull inn í háskólan þegar ég var í Háskóla Íslands, það var svona fyrsta kallað svona student brand manager og svo þegar þú veist, svo fekk maður bara alltaf meira ábyrgð og fekk fleiri verkefni, þannig að við vorum farin að sponsera viðburðina heima á Íslandi, svona stóra vetrar viðburði og alls konar svona jaðar íþróttaviðburði og fór að vinna úti í höfuðstofunum í 3 mánuði, þannig að fekk helviti fínt treyning þar og það var á þeim tíma sem að Felix Bungarni var að stökka frá geimnum, þannig að ég var þá var ég í kjartanum og að sjá hvernig allt operationu var og fylgjast með þessum einstaklingum skipuleggja það og kom svo tilbaka og fór í öðnu verkefni á Símanum en var alltaf með Red Bull bara svona on the side, byrjaði sem meira svona helgagík en var komið svo bara í þokkalega prósentu þannig að ja. Og það var væntanlega, var það þá bara hlutastarf til að byrja með og fórstu svo fulltime í það? Nei, það var eiginlega alltaf bara hlutastarf Ölgerinn var dreifingaræðli eða svona umbóðsæðli fyrir Red Bull á þessum tíma og ég á svona stuðningu við, þú veist, brandmanagerinn hjá Ölgerinni. Já. En langaði alltaf svona að fara í eigin rekstur og gera eitthvað sjálfur? Já, kýtlaði. Og maður fekk að sé svona smjörþefin að þessu, þú veist, maður tók við alls konar spennandi verkefnum hjá Símanum og fekk að byggja það upp og svona, þú veist, þó maður hafi verið að vinna hjá, þú veist, velstæðu og svona velstruktúru fyrirtækis á Símanum, þá var svona fyrir þá sem voru með metna og voru tilbúin að, þú veist, hlaupa með verkefnin, þá fekk maður ótrúlega mikið að tækifærum, þannig að þó að maður hafi verið inn í þessu ramma, þá fekk maður einhvern veginn smjörþefin að því hvernig að taka við ykkur verkefni og byggja það upp og presenta það og sjá ávinningin af því sem maður var að gera og svona. Og svo, þú veist, alltaf með Red Bull on the side að, þú veist, komið hugmynda einhverju viðburð með að sponsa eitthvað og fylgja því alveg til enda. Þannig að þetta átti alveg vel við mig, þessi svona hraða atburðarás og geðviki, sem kannski fylgir því að vera í eiginrækstir, Þannig að... Já, einmitt. En hvernig voru þá svona fyrstu dagarnir hjá ykkur í Sahara þegar ákveða að fara á staðana 2016?
Þetta fór svona þokkalega hrattað stað, myndi ég segja, sko. Þú veist, þannig að var að okkar mati, og ég held að örugglega flestir svona sammála, þú veist, það var ekkert mörg samfélagsmiðla fyrirtæki á þessu tíma þegar við komum inn, sko. Þannig að það svona einhver svona glufa eða einhver tækifæri á markanum þegar við komum inn og við byrjum að fókusera á, þú veist, umsjón með samfélagsmiðlum og, þú veist, og auglýsingastjórnun á samfélagsmiðlum, en út að ég var líka með bakgrunn í að búið til content, þá sérstaklega svona ljósmyndir og svona, þá var mikið af svona hliðaverkanum, þú veist, til að byrja með svona singulverkefni, þar sem við vorum að hoppa inn og vorum kannski stundum mikið fyrir senu á þessum tíma til að byrja með, þannig að ég var baksviss í kringum marga tónleikaviðburði sem voru hjá þeim, þá var ég bara, þú veist, taka Instastory, taka ljósmyndir, posta á samfélagsmiðluna og svona, þannig að Facebook Live, ég hlæði alltaf að því og fylgta myndum að mér, þú veist, í símanum þar sem að ég er með síma minn í einhverju svaka unity að, þú veist, streyma beint frá, þú veist, alls konar, sko. Ja. Ekki bara einhverjum viðbörum heldur, þú veist, einhverjum einingahúsum hjá Bíkó og live-útsendinga að gefa miða á einhverja tónleika og keyra Reykjavík og reyna að passa að halda sambandi og þetta bara það fekk bara hugmynd og seldana og svo bara keyrir maður á þetta, sko. Þannig að voruð þið með þá svona alls konar gjafaleiki? Já, bara alls konar, sko. Þannig að, og bara, þú veist, hugmyndi gjaldmiðl, sko. Þannig að maður reyndi að vera bara frjór og koma með pælingar og selja þær áfram og koma sér svolítið inn, sko. Þau þurftu náttúrulega sannok til að byrja með, sko. Já. Og það leiði ekki alltaf löngu, sko. Ég held að við vorum búin að vera í rekstri kannski í 2-3 mánuði þegar við erum búin að ráða fyrstu 2 starfsmennum okkar, sko. Já, en þið byrjuðu bara sem svo 2. Já, þú veist, þannig ég er svona eini starfsmaðurinn á gólfinu til að byrja með, þú veist, og á þessum tíma, þú veist, þá er Davíð að selja og koma inn með verkefni og alls konar svona, þú veist, og náttúrulega er deili, sko, húsnæði eða svona semi með silent fólkinu, sko, þannig að þau eru náttúrulega á þeim tíma tölvöld fleiri heldur en, þú veist, Sahara og komum svona inn í verkefni, smitaði svolítið á milli til að byrja með, sko, og svo bara óg Sahara bara yfir að vera bara sjálfstætt og svona svolítið sjálfu sér nóg, þú veist. Já. Hann ökku var að segja mér að mann eftir einhver hlaupandum skurst og hann alltaf á Facebook Live skildi ekki alveg nákvæmlega hvað það voru að gera. Nei, þeir voru nefnilega, þú veist, eitt af þessum verkefnum til að byrja með var nefnilega einmitt sem er svo eftirminnilegt, fengum hugmynd fyrir Justin Bieber tónleikana. Þá þú veist, Facebook Live nýtt, sko, og við herru beinu útsending, Facebook Live og við ætlum að gefa miða og fáum 8 bara til að koma inn í verkefni, við vorum alltaf bara í sama hús á við, sko, og svo bara krossa fingur, sko, að við 3G sambandi eða 4G sambandi, það ekki verið 3G á þessum tíma, sko, þá að haldi bara signali þegar við erum að keyra með alla í beinu útsendingunni, sko, og þá gekk þetta sérst út að við keyrðum bara á stað, ég með kameruna snými við og þeir aftur í og svo eru þeir bara interakta við fólki sem kemur inn í live og þau áttu að kommenta hvað er byggu, svo ætlum við bara að hitta þau einhvers stað bara með miða á Justin Bieber tónleikana, sko. Já, ok. Svo keyrðu, ég held að útsendingin hafa verið hátt í klukkutíma, sko. Þannig að Þetta er kannski svolítið breyst við hliðina á hvernig þetta er í dag, er ekki Facebook Live nánast alveg dottið út? Jú, þú veist, þú fara allir bara live á Instagram og TikTok eða eitthvað, sko. Og svo var þetta bara, kemur þetta út í að, þú veist, live-útsendingan fór í að vera meira pró, þú veist, með alvöru kamerur og þetta er ekki að nota síma og þú veist, er bara með alvöru búna, sko, þú veist, þannig að þetta er allt annað gameplay í dag, sko, heldur en var á þessum tíma, sko. Já, skemmtilega pælingar, sant? Já, geggja. Live-útsending frá Iceland Airwaves á okkur tónleikum, þú veist, það splitta milli, maður með iPad hérna og síma hér og annan hérna og búin að manuál gera grafík og maður splitta og maður bara einhver útsendingastjóri með síma, sko, þannig að þetta var ógeðslega gaman, sko. Hátt spennustig sem ég þekki vel á viðburðarstjórninni, sko, það má ekkert klikka, sko, og og svo kemur maður eftir viðburðum bara þetta gekk, bara geggja, sko. Sniðugt. En þú talar hvað strax eftir 2-3 mánuði í rekstri að þá voru búin að ráða 2 starfsmenn. Hvernig starfsmenn voru þetta sem voru að ráða? Bara, þú veist, Ása Steinars var eina fyrstu starfsmennum okkar
sem kom inn og þú veist, hún kemur inn, þú veist, með hennan content focus, ótrúlega góð að taka ljósmyndir og skilur samfélagsmiðla ótrúlega vel og svo annar strákur sem kom inn í að sjá samfélagsmiðla og verkefnastýra og svona, þú veist, þannig að og svo óks þetta bara eftir það, sko, bara alls konar, þú veist, grafíkar fljótlega eftir það og annar starfsmæður með áherslu á samfélagsmiðla og svo bara, Hvað er þetta komið í margar starfsmenn í dag? Við erum 25 eða 6 í dag, þannig og þú veist, og saman félagin, sko 2018 þá tökum við ákvörðun að það sé að mikið svona aðeins meira sens að presenta okkur sem svona hvað ég segja, sem svona United Front á markaðin, þú veist, og saman Silent og Sahara og undir nafni Sahara og því við vildum færa okkur meira yfir að vera svona digital fókusiruð heldur en að vera þekkt fyrir, þú veist, bara contentvinnuna, þannig að við tökum upp Sahara nafnið, höldum Sahara nafninu og byrjum að presenta okkur sem svona á þessum tíma svona svona full stack, þú veist, að geta gert ótrúlega margt in-house, þannig að við gátum gert grafíkina, vídeóin, ljósmyndir, síðan samfélagsmiðla, allar herferðir og allt, sko, og svo eftir það þetta bara búið að bæta á sig bara alls konar hliðar svona afverðum og þjónustum og svona, þannig að Hvers vegna ákveða að láta heita Sahara? Það var svona eitthvað svona út í bláin, sko, þú veist, eitthvað sem fólk man eftir, þekkir, þarf eiginlega ekki að útskýra, smá svona Apple-feelingu kannski bara, þú veist. Eitthvað öðruvísi líka. Þannig að það ekkert fyrsta nafnið sem kom upp, sko, þannig að það var alls konar pælingar, en þú veist, Sahara fekk öll atkvæðin og svo er þetta svo skemmtilega, sko, svo fer maður í gegnum prósessin og maður svona, það er smá tíma til að máta sig við það, sko, en svo þegar logo var komið, þó að það hefði verið mjög einfalt og þá var slókani, sko, Sahara hugsum út fyrir boxið og þetta var svona kassi og Sahara logo kom út úr kassanum og þegar slókani kom og sá logo og eitthvað svona, þá bara svona, ok, þetta getur alveg virkað, sko, þannig að En hvað er svona öðruvísi þegar þið farið á stað og byrjað á þessu Facebook Live, byrjað að bjóða upp á það og fullu, en hvað er svona öðruvísi við hliðin og þjónustunum sem þið er að bjóða upp á í dag og tala framleiðslu á myndum og... Já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara allt annað, allt annað batteri í dag heldur en það var á þessum tíma, sko, þú veist, bara bæði þá bara þekkingarleveli séð, sko, innan hús, sko, og þú veist, reynslan á öllum starfsmönnum sem eru hjá okkur í dag, sko. Þetta er ekki lengur, þú veist, alveg svona 19 árunni, sko, þú veist, þannig að þetta er búið að fá að þroskast, samtali við fyrirtækin í dag er ekki lengur, sko, hvort þú þurfir að vera á samfélagsmiðlum, heldur hvernig ætlar að vera á samfélagsmiðlum. Mikið af samtölum sem við áttum með fyrstu fyrirtækin okkar voru bara, þú veist, þeir bara skildi ekkert hvað samfélagsmiðla voru og bara föttu ekki tilgangin að vera það, sko. Þannig að þetta samtali ef við værum þú viðskiptavinnurinn og ég að selja þér þjónustu frá Sahara 2016, sko, það var bara hardsell, sko, að þetta væri, þú veist, eitthvað sem fyrirtækin ætti að gera, sko, og í dag vita allir, þú veist, ávinning þess að auglýsa á stafrænum miðlum og á sama tíma eru þeir bara orðin fleiri, þeir eru orðin flóknari, þú veist, það er meiri, hvað ég segja, það er meiri samkeppni, þannig að við erum bara búin að adapta með við það, sko, þannig að Já, einmitt. En það getur ekki verið að það sé bara eins og í flestum fyrirtækjarekstir á rosalega krefjandi og sérstaklega geti ímynda mér að vera með auglýsingarstofu. Að þið þurfum alltaf að vera svolítið svona top of trends, hvað er að gerast hverju sinni. Og milli 2021 og 2022 þá aukið tekjunar 60%, farið yfir 1 milljarð. Hver er svona helsta ástæða þess að svona gífurlega tekjunar? Að hluta til er þetta, þú veist, mídiadeildin, þú veist, þannig að við tökum innlendabirtingar inn, þannig að það er spila inn í þetta, sko, en síðan vorum við bara líka á sama tíma að stækka mjög rætt, sko, þú veist, þannig að fórum örgulega hæst upp í að vera vel yfir 30 okkar starfsmenn, sko, þú veist, áður en að ég flytt út, sko, þannig að til Bandaríkjanna, sko, þannig að bæði þá bara, þú veist, meira verkanum, þú veist, og svo bara breiðara vöru úrval, sko, þannig að Já, ok. Þannig að þeir eru raun að bjóða þá upp á meiri þjónustu sem verður til þess að tekjunar aukast líka. Já, við erum að gera það, þú veist,
Þessi dag erum við með vefsíðu gerð líka sko, þannig að við erum líka að setja upp vefsíðu fyrir fyrirtæki og erum frekar svona komið langt í svona trackingmálum og þú veist, við erum fann að gera miklu meira e-mail marketing og og allt öðru sér líka verkefni, þú veist, bara, þú veist, það bila keppniskapur inn í fyrirtækinu, þú veist, þannig að starfsmenni vilja alltaf, þú veist, reyna að toppa sig frá, þú veist, einu verkefni yfir í annað og svo framvegis sko, þannig að það sem búið að vera að gerast bara yfir, þú veist, við erum með ótrúlega góðan kjarna inn í fyrirtækinu og bila keppniskap þannig að við erum líka alltaf að taka okkur þú veist, stærri og umfóksmeiri verkefni og flóknari þannig að við vöxum líka með því sko. Við erum alltaf að taka okkur eins og ég segi bara meiri svona komplex verkefni sko, sem þýðir bara meiri sérsfræðingar við þurfum meiri tíma í verkefnin og svo framvegis sko. Hvernig hafið þið náð að skapa svoleiðis kultúr að fólk vilji vera betra og er tilbúið að leggja sér fram? Já, það er góð spurning sko, þannig að alltaf maður, þú veist, er þetta ekki ég vil bara meina að maður smittar þessu bara svolítið út frá, þú veist, metnaðanum sem að við eigundunum og stjórnendur, þú veist, sínum á gólfinu sko, þú veist, þannig að ef það er keppniskap í okkur og við náum að peppa fólki með okkur, en síðan er þetta líka bara, þú veist, að það er góða þú veist, umgjörð í kringu starfsmennina, þú veist, það er skýra framtíðastefnu, þú veist, þannig að þau þurfa að vita svolítið svona hvert við erum að stefna með fyrirtækið, þannig að þau vita, þú veist, að hverju við erum að keppa, sko, það sé ekki alltaf að koma með óvart að við séum að hlaupa þanga, sko, en ef að vita allir að við séum að hlaupa ykkur einn átt, þá er allir tilbúin mögulega að hlaupa með, sko, þannig að ég hef tilengað mér það að, þú veist, að reyna að vera bara eins upplýsandi og ég get, þú veist, hvað við stöndum fyrir, hvert við erum að stefna og hvaða árangur við ætlum að ná og það virðist bara að skila sér út að þú veist, sérst, kjarnin í fyrirtækin er bara svo heilsteftur sko, þannig að Hvernig gerur það til að svona, þú veist, fá alla á sömu blaðsíðu og sjá sýnina sem að þið eru með sem eigendur og framkvæmdastjóri fyrirtækisins? Já, þú veist, ég myndi segja sko, bara svolítið að opna bara hausin á sér sko, þú veist, að reyna, þú veist, að vera, þú veist, ég passa mig á að vera með, þú veist, mánaðarlega stöðufundi með öllu fyrirtækinu núna, þú veist, og þú veist, láta vita, þú veist, hvernig reksturinn gengur, þú veist, hvernig, þú veist, svona lykilmæli hverað sem við höfum sett okkur, hvað var það starfsánægi, þú veist, nýting og tímum og svo framvegis, en svo líka að bara fagna líka sigrónu, sko, þú veist, maður getur alltaf verið svona hamstrahjólinu hlaupandi allan daginn og vera, þú veist, slöku elda og glíma inn í verkefni og svo áður maður veit á þá bara næsti mánuðu komin, sko, þú veist, og sérstaklega í, þú veist, þegar þú ert í nú hef ég verið báða með við borðið sko, annars vegar bara hjá þú veist, símanum og svo þú veist, með mína eigin auglýsingarstofu sko, og það hreyfist allt frekar hratt sko í auglýsingarstofunni sko, þú getur eiginlega ekki að chilla sko, þú veist, þannig að bæðið að gera slutin hratt út, við erum að þjónusta mismunandi viðskiptavinni og þú veist, við þurfum að vera svolítið quick, en svo líka á sama tíma er bara markarinn að hreyfa svo ógeðslega hratt að við þurfum líka, og þarft þetta keppniselement sko, og þú þarft að halda þér á tánum, þú þarft að vera current, þú þarft alltaf að vera að ná þér í fróðleik og þekkingu og halda þér bara up to date sko, en á sama tíma tryggja þú veist að það sé vera, þú veist, að balans er allt út og við séum að veita góða þjónustu og ekki alltaf bara hlaupa, þú veist, áfram sko, þannig að þetta er alveg challenge í þessu sko. Þetta er fínt balans. En hvernig sérðu til þess að þið séuð up to date? Er það eitthvað svona sem tilenga er að vera að skoða hvað er nýjast eða fá starfsmenn einhverju svona upplýsingar eða fræðslum svoleiðis? Já, þú veist, við náttúrulega reynum að miðla, þú veist, því sem að við sjáum og þú veist, það sem að okkur finnst áhugavert, þú veist, áfram. Við vinnum líka rosalega mikið bara í svona teimum, sko, þú veist, þannig að oft ef maður, þú veist, eru starfsmenn sem eru með minni reynslu, eru að vinna með einstaklingum sem eru með meiri reynslu, þannig að, þú veist, og þá eru oft þessar umræður og pælingar og svona, þú veist, mér finnst manni læra mest þar, sko, að er að setja í actually action, sko. Ekki bara að lesa sér til og vera góður á bókina sko, þú þarft actually að vita svo hvað þú ert að gera sko, þannig að það hefur eins mér bara langbest í gegnum öll þessi ár bara að stökka bara í djúpilögin og bara prófa mig áfram og testa sko, þannig og við predikurum það svolítið bara fyrir starfsmönnum, þannig að það er eiginlega okkar hlutverk að búa til umgjöruna og tækifærin fyrir þau og svo er það þeirra að nýta tækifærin og vaksa með þeim sko, þú veist, og svo bara
predikum maður alltaf bara, þú veist, hlusta podcast, lesa greinar, þú veist, og allt þetta klassíska sko, en þú veist, það þarf stundum að gerast hérna, þegar það ætlar að vera í þessu, þá þarf það að vera með bilan áhuga fyrir sko, ef það er ekki áhuga marketing og ert að vinna á auglýsingastofu, þá feitur maður, þú veist, þá feitur maður bara svolítið út sko. Fljótt að fara. Já, ég myndi segja það sko, ég er allan þannig sko, eða þú veist, það er bara, ég segi það, bara þannig ég endurtæki mig, veist, það er bara alltaf að gera svo ógeðslega rætt, þannig að ef það eru ekki áhuga að halda þér við og pæli þessu og finnast það spennandi hvað er að gerast, bara núna, þú veist, samfélagsmiðlum voru að hreyfast hratt þegar við vorum að, þú veist, koma inn sko, og það var ekkert glænýtt á náleginni sko, og breytingarna sem við sáum bara fyrstu árun voru bara gríðarlega sko, þú veist, þegar við byrjum með Sahara sko 2016, þá var Instagram eiginlega bara, þú veist, var það miðl sem allar að vera á eða, þú veist, eigum bara sleppar og Snapchat var bara þá sko, svo kemur Instagram upp og TikTok og þú veist, LinkedIn er orðið ennþá stærra á Íslandi og svo þú talar sko hvað við erum að gera, þú veist, í erlendum herfyrir þar sem þú bara, það er ennþá meira að gera sko, þú veist, þannig að hérna þú verður bara að hafa og svo það sem að gera svo núna með allt þetta AI-dæmi og þú veist, að reyna bara svona að ná utan það bara hvað breytinga áhrif það er að hafa á reksturinn okkar og þú veist, bara fyrirtæki almennt sko, það er bara fárúlega spennandi sko. Rosalega lifandi umhverfi. Ótrúlega. En hvernig er þið ákveðið svo árið 2022 að þá ákveðið þú að flytja til Orlando og opna Sahara þar? Hvers vegna Orlando? Það er undirstrykka alltaf að það var ekki út að ég spila golf sko allana, þannig að hérna, en þú veist, við vorum búin að reyna sko, vorum búin að prófa að opna í svona soft opna þannig sé í Danmörku nokkrum árum undan og hérna, og það fekk bara alveg fína viðtöku, fengum bara fundi og þú veist, fengum klæjenda og þú veist, þá bara svona byrjaði að rúlla fínt sko, en svona reynslan af því, þú veist, verkefni var að, þú veist, þannig að þetta geti mögulega vaxið og dafnað er að það þarf að vera skilningur á því hvernig við sem fyrirtæki operatum og því að við, þú veist, við erum bara búin að búa til eitthvað svona identity bara hvernig við vinnum og þú veist hérna, hvernig kultúrum við viljum hafa og svo framvegis og hérna, þannig að þegar að við, þú veist, förum aftur að pæla, þú veist, er núna tímapunkturinn að, þú veist, að fara aftur og skoða að fara erlendis, við vorum byrjað að fá hún farin að þjónusta mikið af íslensku fyrirtækjum í erlendri markaðssetningu og hérna byrjar að fá eitthvað svona ping frá, þú veist, erlendu fyrirtækjum sem að höfðu áhuga að vinna með okkur og hérna og þá bara kem ég með hugmynd með, þú veist, ég er alltaf langa til að búa erlendis, þú veist, að flytja út sko, þú veist, ekki bara svona tímabund að vita að ég er að koma heim aftur þetta 3 mánuði sko og hérna, og pitcha inn hugmyndinni að fara basically bara prófa að fara í hináttina sko, þannig að ekki fara, þú veist, þess að normal leið að fara inn í Skandinavíu, þú veist, þessum að við vorum búin að reyna áður og er miklu líklega að maður fari úti, sko, þannig að hérna fara bara beint til Bandaríkjum, beint á staðista markaði. Já, nákvæmlega, sko. Og hvernig, hvað eru komin 2 ár núna cirka, sem fórst út og hvernig hefur það gengið? Bara vel, sko, þú veist, það er alltaf ótrúlega mikil, hérna, reynsla, sko, og hérna, og þú veist, ég laði alveg upp með það í byrjun, sko, að hérna, að þetta er ekki einhver það var alls ekki eitthvað mikilmennsku brjála í okkur að halda að við myndum bara opna bara útibúi í Orlando og það væri bara alltaf miljón og myndi allir koma til já, bara heyr, Sahara er mætt hérna í Orlando og allir bara, þú veist, vilja fá fund og við varum bara komin í business, sko og það var bara raunin, þú veist það er bara, við þekkjum bara á því að hvernig markarinn heima virkar, þú veist, þetta er annars vegar, þú veist, eitthvað sem að þú leggur inn og ert að selja, þú veist, komar að framfæra svona, en inn í end er þetta bara sambönd, þú veist, þú ert að kynnast fólki, þú veist, þú ert að ná okkur samböndum, þú ert að byggja upp eitthvað traust og þú veist, þegar það er komið þá farið kannski eitthvað tækifæri og ef þú nýtir þetta tækifæri vel, þá opnast bara aðrættir og það er það sem er að gerast núna í hérna Bandaríkjunum er að maður er bara búin að vera, þú veist, fyrstu árin bara að kynnast fólki og hérna og þessi sambönd sem að maður hefur stofnað til og hérna gefa af sér og komið pælingur annað, það er honni viðskiptavinnur okkar í dag sem eru núna að opna á önnur tækifæri fyrir okkur, þú veist, sem svona einhver afleiða, sko. Já. En við vildum fara til Bandaríkjanna, sko, út af því að, sko, af hverju Bandaríkin er líka, þú veist, við vinnum fyrir mjög mikið að ferðarþjónustu fyrirtækjum og
eitt stæðsti markaðurinn fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin eru Bandaríkin. Þannig að þetta var annars vegar, þú veist, þá bara business ákvörðun, þú veist, að vilja stækka erlendis og við höfum þá augast á Bandaríkjunum. Það henta vel að vera í Orlando, það er, þú veist, það er Íslendingasamfélagar, það er ódýrt að setja upp rekstur hana, þú veist, það er ótrúlega mikið grjóskaðana, þú veist, stæðstu háskólar Bandaríkjanna eru þarna, þannig að mikið af efnilegu starfsfólki, bæði þá, þú veist, sem eru að útskrifast eða eru nýlega útskrifuð, flottir skólar hana og þannig að við vildum tengja, þú veist, erlenda starfsmenn inn í global teimið okkar sem að væri með annað perspektiv og aðra reynslu heldur en við Íslendingarnir, þú veist. Og reyna að finna einhverjum svona dýnamík þarna, þú veist, þeir eru svona aðeins strúkturaðari, aðeins formfastari, komum frá stóra Ameríku og svona, við keyrum á þetta reddast element, sko, og við erum búin að ná að búa til, þú veist, á þessum tíma, þá er þetta, maður er búin að fara í svo mikið skóla, þú veist, að aðeins að stíga aftur, strúktura, búa til SOP, það er bara, SOP að stundum yfir mig, sko, en þú veist, bara aðeins að búa til strúktúrum þannig að við getum haldið áfram vaks og dafna og ekki alltaf að taka þetta bara á hörkunni og þetta reddast og eitthvað svona, reyna að vera aðeins skipulegri, sko. Þannig að En vinnu þá skrifstofan heim á Íslandi mikið með skrifstofan í Orlando? Já, þetta er bara algjöru syngi, sko. Þannig að teimi mitt úti, bara þegar við vöknum, þá eru 4 eða 5 tímar, eða 4 tímar eftir af íslenska deginum, sko. Þannig að við erum bara góð að syngja og svo tökum við bara við og fylgjum inn í daginn, sko. Já. Og svo er þetta núna, þú veist, að breytast. Nú erum við komið með viðskiptavinni, þú veist, á Ameríkumarkaði, en að við byrjum kannski að vinna mót Íslandi og svo svissum við yfir í, þú veist, klæjendana sem eru á Ameríkumegin, sko. Já. Hvernig er svona hlutfallið svona af heildar viðskiptanum eitthvað, hvað eru margir svona frá Ameríku? Þú veist, þetta er ekkert eitthvað crazy í dag, sko. Þú veist, ég myndi segja þetta var svona, við erum komið fyrstu 5 viðskiptavinna, þú veist, núna. Þannig að byggja þetta hægt og rólu upp. Já, þú veist, maður er líka búin að læra bara reynslunni, þú veist, auðvitað að segja, þú veist, núna, þú veist, með 5 viðskiptavinni úti að ég væri ekki til í meira, en ég er heldur ekki til að stækka allt og rætt, sko. Þú veist, ég vil freka gera, þú veist, maður er svona nokkuð sjóaðar í þessu, sko, að vilja freka gera hlutina vel og, þú veist, tryggja bara góðan árangur og góða þjónustu og því að þá gerist allt bara í, þú veist, hitt gerist bara náttúrulega eftir. Keðjuverkandi áhrif. Það þýðir ekkert að taka þetta á, þú veist, á okkur mikilmennsku brjálæði og bara fara ofraða og halda að maður sé búin að sigra leikinn, sko, þú veist, þannig að þetta er, maður er líka að spila þetta bara strategískt, sko, þannig að, Hvernig er svona stöðugildin hjá okkur núna á Sahara? Þú ert framkvæmdastjóri og verið svo með eitthvað fjármálastjóra. Já, þannig að við erum með, sko, þannig að ég operati sem framkvæmdastjóri, þú veist, frá Bandaríkjunum og svo erum við með fjármála- og rekstrarstjóra og svo erum við með sölustjóra og svo erum við með, þú veist, partneran okkar, þú veist, eru að stýra svona, þú veist, ákveðnum verkefnum inn í okkur, þú veist, sem eru svona eins og stjórnendur inn í fyrirtækinu. Já, svona ákveðni verkefnastjóra þá. Já, og svona kannski svona ég myndi ekki kalla verkefnastjóra, sko, en þeir gera svo ógeðslega margt, sko, þú veist, þeir taka bara þátt í, þú veist, day-to-day reksturinn, bæða þjónusta klæjenda, þú veist, setja upp herferðir, sölufundir, bara you name it, sko, stýra Sahara Akademíunni og þú veist, bara you name it, sko, Hvenær á hvaða tímapunkti réðin fjármálastjóri hjá ykkur? Sko, við erum búin að vera með fjármálastjóra alveg í, sko, hvað það sé ekki 4-5-ish ár, þú veist, byrja alltaf í hlutastarfi. Já, það er svona 4 ár kannski, já, þannig að byrja í hlutastarfi og svo tökum við inn fjármálastjóra í fullstarf fyrir cirka bát 5 árum, þú veist, þá förum við bara all in. Já, einmitt. En þú ert sjálfur líka út mikið handsón sjálfur í verkefnunum að búa til herferðir og kannski stjórnaðum á einhver leiti og búa til svona creatives. Já, alls konar, sko. Já, þú heldur að vera alltaf í því? Nei, alltaf. Já, á einhverjum tímapunkti var ég að sætta mig við að ég get ekki verið allstaðar, sko. Þannig að, en þú veist, bara eins og ég talaði um áðan, sko, þú veist, þetta er bara, hlutin er að hreyfast ógeðslega hratt, þannig að, þú veist, mér finnst skipta ógeðslega miklu máli að ég sé, þú veist, svolítið current og skilji hvernig, þú veist, leikurinn virkar. Þannig að ég hef alveg svona predikar og þú veist, þetta er bara, sem ég bara áhugamálum mitt, sko.
maður á ekki að segja að vinna, þú veist, alltaf en að ekki hafa vinnuna sem áhugamál, sko, en þetta bara drullu gaman, sko, þannig að ég bara kýsa að hafa þetta sem áhugamálum mitt, sko, en og þannig ég vil alveg halda mér, þú veist, með þekkinguna og skilja og fyrst gaman að koma inn í herferðir og, þú veist, setja upp sjálfur og fá svona aðeins, þú veist, þannig að ég sé ekki outdated, sko, en, þú veist, ég gerir miklu minna í dag heldur en ég gerði, sko. Ég eiginlega komið meira í kannski strategíu pælinguna og creative og svona pælingar heldur en actually að setja upp allar herferðina sjálfur, svo, þú veist, þannig að Já, einmitt, þú er búin að byggja gott teimi í kringu þess að séum það. Það er geggja teimi, sko, þannig að En hvernig þá svona bara venjulegu dagur hjá þér fyrst að þú ert þarna í Orlando og stæðsti parturinn af teiminu er hérna heima á Íslandi? Já, ég vakna snemma, þannig að ég er að vakna kannski svona 5, þú veist, á mótana og þá byrja ég oft bara að svara tölvupóstum og eitthvað, þú veist, það er náttúrulega allir sofandi, sko, þannig að ég get ekkert fara að ræsa upp sjónvörpin og vekja alla, sko, þannig að ég byrja oft bara, þú veist, já, tölvupóstar, fer yfir e-mailum mitt og eitthvað svona, svo fer ég oft í göngutúr, labba hverfið, kannski svona klukkutíma og þá nýti ég oft tíman að hringja í starfsmenn heima á Íslandi, þú veist, tek sync, kannski 20 mínútur, hálftíma, þú veist, og fer í gegnum verkefni dagsins og fæ svona smá statusync, sko, og svo bara greiða krakkana í skólan og þetta bara svona að vera foreldri, sko, og svo er maður bara komin upp á skrifstofu og byrjar að vinna, sko. Já. Og þetta er svo ógeðslega fjölbreytt, sko, þannig að En hvernig eru svona vinnudagarnir? Er þetta 8 tímar eða? Svolítið meira, sko. Tölvöld meira? Já, þú veist, allir sé ekki svona on average eitthvað svona, þú veist, 11-12 tímar eða eitthvað, þú veist, á dag. Já. Þannig að það er fýtt vinnudagur. Það er fýtt vinnudagur, sko. Sérstaklega maður er gaman að því sem maður er að gera. En það er líka bara að ég vakna snemma, sko. Þú veist, ég fer að sofa svo bara, þú veist, ég fer að sofa klukkan 8, milli svona 8 og 9 bara með, þú veist, öll fjölskyldan, sko. Þú veist, konan fer líka snemma að sofa, sko. Þannig að hún er ekki að halda mér við, þú veist, sjónvarpið, þú veist, að vilja horfa á þátt áður fyrir að sofa eða eitthvað, þú veist, þannig að við förum bara alltaf að sofa klukkan 8 og 9 og ég er bara búin að fá minn 7-8 tíma svefn bara hann að elst með morgunin og get ekkert svo lengur, sko. Það er náttúrulega rosalega gott. Já, það er mjög næst, sko. En þegar kemur að svona markasetningun eins og fyrir fyrirtækin, hvað er svona mikilvægt, þú veist, það er Google AdWords, það er Facebook, social media, búin að nefna LinkedIn sem er kannski ekki rosalega vinsælt á Íslandi en er kannski að verða vinsælla. En fyrir svona fyrirtæki til að markasetta sig, hvað eru helstu tækifærin? Sko, þú veist, við erum náttúrulega svona digital first, sko, þannig að, þú veist, maður predikar fyrir stafrænum miðlunum, þú veist, þannig að Facebook og Instagram, þú veist, auðvitað er eitthvað svona limitation að vera á Íslandi, þú veist, þú ert ekki með möguleika að auglýsa á öllum miðlum, þú veist, ég væri alveg til að segja að TikTok væri, þú veist, flottur auglýsingamiðl heima á Íslandi, sko, en þú getur ekki auglýst, þannig að, þú veist, leggja áherslu á, þú veist, Facebook og Instagram, Google og síðan, þú veist, svo erum við bara sjáum við bara samspil, þú veist, erlendarmiðla og innlendarmiðla, hvað er virka vel saman, sko, þú veist, að vera á stafrænum miðlum því ekki að þú þurfa að útiloka innlendarmiðla eða ef þú ert á innlendarmiðlum að þú útilokir stafrænum miðla, sko. Já. Og þetta er allt orðið, þú veist, maður sér bara þróun á innlendarmiðlum, þú veist, út með fréttablaðir átt, þú veist, morgunblaðir orðið, þú veist, eina prentaða blaðir sem er að koma í hús og er búin að þynnast held ég töluvert, sko, þú veist, ekki búin að fylgjast neitt eitthvað svona bila mikið með því, sko. En svo ertu bara með, þú veist, með vefborða sem eru stafrænir. Þú ert með billboardauðlýsingar eða þú veist útiskiltin sem eru faktískt séð stafræn, þú veist, þú ert ekki að prenta neitt út og sendir bara auðlýsingarnar, við erum búin að græja fyrir stafræna miðla og vefborðan og allt, komið því áfram og svo ertu komið með, þú veist, Sjónvarp Símans og þessar miðla sem eru orðinni miklu stafrænar í dag heldur en einhver línur eða dagskrá þar sem þú getur farað í eitthvað svona targetpælingar og svona, þú veist, þetta er alltaf færast yfir í áttin að því, þú veist, sem við þekkjum úr stafrænaheiminu, sko, þannig að hvað er stafrænt og hvað er ekki stafrænt, sko. Einmitt. En hvað svona eða væri, þú veist, væri einhver sem að kemur tíðin og segja maður væri til dæmis bara ferðarþjónustu fyrirtæki sem er að selja ferðir á heimasíðun og vill keyra traffík á heimasíðun og vill að fólk bóki ferðina þar. Er það þá bara aðlega Google AdWords, Facebook og Instagram sem myndi mæla með? Já, þú veist, við sjáum það bara úr öllum, þú veist, tölum að, þú veist, Google nummer 1, 2 og 3, þú veist, það er korið og síðan er þetta byggja upp, þú veist, svo fer að skoða út frá budgeti hvar þú getur byrjað að svona styrkja þig og bæta þig, þú veist, þannig að, og nú er ég bara að tala þú veist, auglýsingar,
svo ertu með annað býst sem bara, þú veist, SEO og pælingar og eitthvað þannig, en Google nummer 1, 2 og 3, alltaf það sé ekki svona on average, svona kannski 70-80% af mídíaspendurniðinu, þú veist háði hvað náttúrulega komið með mikið mídíaspend, sko, en þú veist, svona öllu jafna kannski svona 70-80%, svo ertu farin að púsla kannski þessum 20-30% á hinameðluna, þú veist, út með kannski remarketing á Facebook og Instagram, það var í fyrsta skrefið, þannig að þú fær traffikin inn og vill tryggja remarketing, ef þú ert með nægilega mikið budget og opnar budgetið, eða sérst target-hópanina og reynir að fá þá meiri traffic inn frá samfélagsmiðlum og svo fer að púsla ég bara eftir hver target-hópurinn hvort að, og við erum farin að færa okkur svolítið meira á TikTok, þú veist, fyrir ferðarþjónustan til dæmis, bara með flottum árangri. Já. Ekki sem competition við Google, heldur sem samkenni við Facebook og Instagram. Facebook og Instagram. En finnst þér ekki eins og með Google AdWords til dæmis eins og alltaf með uppfærslan sem að gera, þú ert alltaf að missa meira og meira kontról, þetta snýst meira hvað tilbúin að eyða, að það sé kannski svona mið sem kannski svona smá deyjandi út. Já, ég veist. Þú ert alltaf að borga meira og meira fyrir conversionin, samkjöfnin alltaf að vera meira og meira og þú hefur reyni kannski minna og minna kontról líka. Já, þú sér það líka þegar þú ferðir inn á, þú veist, þú ert að vinna með erlendu viðskiptum, hvað samkeppnin allt öðruvísi. Þú veist, erlendis á Google talningum bandaríkinn, þeir eru, þú veist, miklu meira hefi, þegar við erum í atvinnuviðtölum og erum að fá sérfræðinga inn, og miklu líklega að þeir séu sérfræðingar í Google og SEO heldur með bila reynslu í social. Já. Það bakgrunnið þeirra, þú veist, bara SEO, þú veist, það bara algjör líkill, sko. Þú veist, það ekkert mál að finna SEO sérfræðing úti, sko. Elskallir SEO. Já, alveg, sko. Þannig að þeir eru hefið þar, á meðan að, þú veist, íslensk fyrirtæki, þú veist, og þá ég ekki að tala um ferðarþjónustu, bara stærð markaðurinn sem heima allt öðruvísi, þú veist, þannig að það er fullt að tækifæri mig að vera á Google Ads og samkjörnin ekki þar, en svo tekur þú ferðarþjónustuna. Hún búin að vera, þú veist, bara vaksa og dafna alveg bara á rosalegum hraða á síðustu árum og þá bara meiri samkjörni, þú veist, þannig að þá ertu komin með, þú veist, ennþá meiri pælingar, þú veist, hvernig þetta besta síðan hvernig þetta besta herferðin hvernig contentið og þú veist, þá fyrir allt að skipta ennþá miklu meira máli, sko. Þetta svona svipað eins og ég talaði um þú veist, þróun á okkur sem fyrirtæki, þú veist, við þurfum að upp okkur samhliða því að það orðið meira challenge að vinna verkefni í dag heldur en var fyrir 6 ára síðan, þú veist, sem dæmi, sko. Það bara úti að það eru fleiri hítuna, það meiri samkenni, það er meiri budget, þú veist að bestaði ennþá meira heldur en þú gerðir, þú veist, það ekki bara það ekki þessar það miklu minna þú veist, svona í grunninn, þú færið alveg á TikTok og þú veist, svona 9 miðlunum eða svona early adapter, en þú veist, manst alveg eftir þú heyrir sögur af einhverjum, þú veist, sem að setti bara Facebook-ölsi í gang og það bara seldist upp allir lagurinn. Já, það er alveg búið. Það gerist ekki í dag, sko, nema þú sért með einhverja trubla að vera í höndunum, sko, þú veist. Einmitt. Það er einmitt saman með Facebook, ég náttúrulega verið að auglýsa tölvöld mikið á Facebook og Instagram og ég man eftir það var hægt að targeta á Facebook, sko, eftir innkom. Já, nákvæmlega. Alveg specifíkli, sko, og svo lokuðu þeir á það. Nákvæmlega. En það virkaði gífurlega vel samhliða Google AdWords, sko. Nákvæmlega. En náttúrulega eins og með Google AdWords það alltaf kostnaðir að auka skríðarlega, samkeppni meira og þú ert alltaf að fá minna og minna fyrir peningin, sko. Nákvæmlega. Og þessin er ég myndi að velta fyrir mig, þú veist, svona miðlar eins og Instagram, Facebook og eins og nefnir TikTok, það sem er kannski meira pælingin að vera eins kreatív og búa til gott, góð myndbönd eða myndir eða eitthvað svoleiðis, hvort að það sé meira píling og líklega að það nái árangri. Já, þú sér líka bara hvað að, þú veist, að gerast á markanum núna að þú spyrir svona yngri kynslóðuna, þú veist, ef þú ætlar að leita hvað er að leita að þig? Það er ekkert gefað að segja að þið fara á Google, sko. Nei. Þið fara á TikTok eða Instagram og searcha þar, sko. Þú veist, það breytingin, þú veist. Þannig að við erum líka akkurat á okkur tíma þar sem og ég hef staðið með sjálfun að þessu, þú veist, ég er að fara kannski ferðast eitthvað Bandaríkin eða eitthvað, þú veist. Ég fer ekki á Google og fer að leita af, þú veist, bara hvað að gera á þessu locationi. Ég fer bara beint á TikTok og skrifa locationu og byrja að skoða bara myndbönd. Svo bara fer ég að vista bara, þú veist, eitthvað svona review og ég vil fá þetta visual og bara, þú veist, einhver að segja mér hlutina í staðin fyrir að ég sé endilega bara að lesa það, sko. Já.
svo þegar maður komið með einhverja staði og þá ég gerir þetta kannski aðeins öfugt, þú veist, þannig að byrja á TikTok, finna einhver matsölustað eða eitthvað, svo fer ég á neti og skoða TripAdvisorinn og þú veist, vinna tilbaka, ég fer ekki í hináttina, sko. Nei, Þannig að þetta líka breytast. Það mjög áhugaverð nálgun, en hvernig sem í YouTube til dæmis, það ekkert að virka? Jú, og það líka ég held að það sé alveg svona óplæður, ekki kannski óplæður hakur, en það fullt að tækja frá íslensku fyrirtækjum, þú veist, YouTube ekkert neitt nýttur eitthvað neitt alveg svona fárlega vel en heima á Íslandi, sko. Nei. Þú veist, með við hvað þú fær mikið af byrtingu fyrir lága uppæð, sko. Þannig að það þá YouTube-vídeón og YouTube-shorts? Já. Okay. En hvernig eins og fyrir fyrirtæki sem að vilja vera að auglýsa á LinkedIn, myndirðu mæla með því fyrir ferðarþjónustu fyrirtæki til dæmis? Þú veist, eða þú ert í high-end klientum og þú veist, þannig ég las alveg fárlega flott case study, sko. Þú veist, við höfum ekki farið mikið inn á það, sko, út af að það kemur aftur inn á, þú veist, bara hvað ætlar að betta peningunum, sko, þú veist, þannig að og þetta sama með, þú veist, þegar maður tekur ágjöf með fyrirtækjum, þú veist, það er ógeðslega spennandi að vera alls þar, en hefur efnaði, sko. Þannig að byrja að gera hlutina bara vel í því sem að við getum gert vel, og ef að það virkar, þá er komið grundvöllur til að prófa eitthvað annað, þú veist, og LinkedIn er ekki miðl sem hefur verið eitthvað svona go-to eins og til dæmis fyrir ferðarþjónustuna, þannig miklu meira B2B orienterað, en ég á tíma að þá skoða ég fullt að case studyum frá LinkedIn, þú veist, hvernig ferðarþjónustu fyrirtæki eigi að nota miðli til að, þú veist, í travel, sko, og tourism, og það var bara mjög áhugaður nálgun, þú veist, út í þar ertu komið alltaf öðru sér target-op, sko, þú veist, það getur targetar eftir, þú veist, hvar þú ert staðsettur í fyrirtækinu, ef þú veit hvar þú ert staðsettur í fyrirtækinu, þá veit ég svona sirka báðkassi hvað þú ert með í laun og hvort þú hafir efni á því að versla þjónustuna, þannig að fyrir svona high-end, luxus og svona, og þá gæti LinkedIn alveg verið spennandi kostur, sko, þú veist, þannig að fyrir einhver fyrirtæki, sko. Já, einmitt. En þú myndir segja svona upp til hópa, það var á Google AdWords sem að fókusin á að vera. Já, ég veist, við fyrir ekki að berjast á móti því, sko. Nei, ekki svo staðan núna. Nei, og þú veist, þeir eru bara það stórir að, þú veist, á einhverju tímabúti fer maður að halda að það er að koma eitthvað nýtt og spennandi og eitthvað svona, þú veist, og þá fer eitthvað hnigna. Þó er sér búin að fá ágæta hnignu núna, sko. Þú veist, með við, þú veist, svona markaðshlutdeild eftir að, þú veist, AI-vélunar koma á markaðinn og Microsoft fór að styrka sig og þú veist, og allt þetta, þú veist, Google hefur sér alveg þokkalegt dropp, sko, þú veist, þannig að heldur það áfram, veit það ekki, en þú veist, þeir eru náttúrulega svona leiðtogar á markaði, þannig að þegar kemur eitthvað nýtt, þá geta þeir ekki bara pússað inn og byrja að keyra á allan stóra client-basa sinn. Þeir þurfa að vera aðeins meira svona þroskaðari og passa sig og það er meiri húfi fyrir það og meðan að litla aðalni geta svolítið verið svona frekar early adapterar og prófa eitthvað nýtt, sko. Þannig að já, verið með alls konar breytingar og nýjungar. Já, það tekir bara meiri fleiri sjensa, þú veist, og það er alveg sama með hvað fyrirtæki þú veist, getur heimfært þetta á, þú veist, ef þú nýr og hefur enga að tapa, þá ertu kannski meira áhættu sækin, en svo þegar þú komin með eitthvað ákveð level, þá kannski reynir að takmarka vittlisuna og þú veist áhættuna sem þetta gera, sko, þannig að það er sniðra. En hvernig er svona eins og með Sahara núna, hver er stefnan og hver er svona helstu verkefni framöndan? Þeir núna eru á Íslandi og eru í Orlando, stefnið á að opna einhver staðar annar staðar eða eru að fara að leggja fókus bara að byggja upp það sem að hafi nú þegar? Já, ég held að þú veist, bara, þú veist, við erum búin að vera í, þú veist, bara svona svolítið að finna okkur á, þú veist, kannski svona síðustu 12 mánuði með eitthvað svo leys, þú veist, aðeins að pæla svona hvað við ætlum að standa fyrir og hvað við ætlum að skara fram úr og það virðist vera, þú veist, að ná svona tilsettum árangri og eitt af því er bara svolítið að þú veist, reyna að gera ekki of mikið einu og og ef við ætlum að gera eitthvað þá ætlum við að gera það bara fárlega vel, þú veist, þannig að og við erum með Bandaríkin, þú veist, það þarf alveg svolítið tíma til að fá að halda áfram að vaksa og dafna og ná svona fótfestu, sko. Þannig að það er eitt af svona lykilverkefnum okkar, þú veist, fyrir utan náttúrulega bara kjarnastarfsemin, þú veist, það verður aldrei tekið af því að Ísland er aðal, sko, þú veist, þannig að þar er 90 og eitthvað % af, þú veist, okkar rekstri er í gegnum íslenska félagi, sko, þó að við séum í alls konar leikfimiðsæfingum út í Bandaríkjunum, sko, þannig að svo, þú veist, svo stofnum við
Sahara Academy fyrir 2 árum síðan, eitthvað. Það hefur verið bara að fá ótrúlega flotta viðtökur og við höfum alltaf verið að fá bara flott meðmæli og slóum aðsóknarmet núna seinast og þú veist og fáralega flott endurgjöf sem við fengum frá nemendum þar, þannig að við erum bara að halda áfram að gera það vel, þú veist, það farið að rúlla og þú veist, farið að dafna og vorum að stofna nýtt félag sem heitir Ding og það svolítið svona, það er að fara svona aftur í svona back to the roots, þannig að auglýsingastofa sem sér af sig fyrir lítil fyrirtæki, þannig að litli pakkar og meiri einföldun og viljum svona hliðir okkur líka til og geta verið fyrir, þú veist, þessa viðskiptavinni sem að hjálpuðu okkur alveg ótrúlega mikið að koma okkur á koppinn og leiða okkur að vaxa og dafna og þroskast í það átt sem við erum komin í dag, sko. Þannig að hvernig þjónust er þessi að bjóða upp á með Ding, er þetta svona sjálfvirt? Já, þetta er meira svona, þú veist, auglýsingastjórnun, umsjón með samfélagsmiðlum, græðum grafík og svona, en þú veist, sellið mitt er, þú veist, þú veist, eru tölum þetta er að við erum svona búin að taka svolítið svona fituna af þjónustinni, þú veist, þannig að við erum ekki, þú veist, í verkefnastýringu og, þú veist, miklu brainstormi eða, þú veist, þessi svona umgjör sem hún fær hjá Sahara þegar hún kemur í viðskipti, þá tökum við svolítið utan þig, þú veist, að fara að gera margt og mikið og, þú veist, það eru háleit markmið og svo framvegis, á meðan Ding er svona meira svona strípað, þannig að, þú veist, við getum haldið verðunni niðri, en gefir þá kjarna þjónustu sem þú ert eiginlega að falast eftir, sko, þú veist. Þannig að það er að fá bara þrjusu fína viðtökur, sko. Þannig að bara ótrúlega spennandi vegferð sem er í gangi þar, sko. Er það að bjóða upp á Íslandi og úti líka þá? Nei, við erum að byrja bara á Íslandi, sko. Þú veist, aldrei að vita við, þú veist, hleypum við á okkar flug erlendi, sko. Þannig að, en til að byrja með bara heima á Íslandi, sko. Ekki fínt að fá bara proof of concept á Íslandi og sjá svo hvort þessu klárir í að taka þetta eitthvað lengra? Jú, og við erum að operate þetta, þú veist, að mestu bara frá Bandaríkjunum, sko, þú veist, þannig að við stýrum þessu bara frá Bandaríkjunum. Okay. En hvað er svona helstu áskorni fyrir ykkur sem að þið eru að glíma við í rekstrinum í dag, að vera að operata bæði í Orlando og hérna í Íslandi? Það er stórti spurt, sko. Ég held bara, þú veist, við þú veist, mitt helsta verkefni bara, þú veist, er að halda áfram að mótivera, þú veist, hópinn, sko, og, þú veist, reyna að halda áfram á þessu tempo og þessari vegferð sem við erum í dag, sko, þú veist, með öllu þau tækjum og tólum sem maður getur, sko, þú veist, þannig að mikið í gangi og, þú veist, þannig að ef að, þú veist, ef ég nægja að balansera allt út og, þú veist, halda, þú veist, bara því sem maður er bara búin að leggja inn og er búin að vera að fókusera á, þú veist, það er lykillinn, sko, en svo er þetta bara, þú veist, að halda sér current, sko, þú veist, að eins og bara, svo við tölum án, þú veist, það er bara svo ótrúlega mikið í gangi, sko, þú veist ekki hvað er að fara að gerast á morgun, sko, þannig að gæti komið eitthvað splungu nýtt og ChatGPT var að annonsa eitthvað 4.0 versjónið og var að horfa okkur fréttatilkynningu með því áðan, sko, þannig að þetta er bara, það er allt að gera, sko. En hvernig eins og þið að vera að halda vel utan teimi, núna varst þú bara að koma frá hérna Alicante úr starfsmannaferð? Ég er ekki alltaf svona brútt, sko, þannig að ný komin úr sólinni, sko, Og hvernig hvað voruð það að gera úti? Bara ársvætti, sko, bara höfum sett okkur markmið að reyna, þú veist, fara út ef að allt er í blóma og gengur vel hjá okkur, þá við séum að fara, þú veist, í ársvættið á 2 ára fresti út. Þannig að ég er búin að ferðast að hinga og þanga, þegar maður skoðar aftur í tíman, sko. En fóru til Alicante, sko. Þannig að bara makar og starfsmenn og bara meira svona frí, sko. Þannig að ekkert stíf dagskrá eða neitt þannig, sko. Bara leifu öllum að bara kynnast og svona, þannig að afslöpun. Eiginlega meira þannig, sko. Aðeins að slappa af. En hvernig hefur þá gengið svona eins og talar starffólki og væntanlega, þú veist, gríðarlega mikið þegar fólk er að vinna svona auglýsingastofa sem er fólk sem er með þekkingun og er að byggja hann upp. Hvernig hefur þá gengið að halda svona í sama starfsfólki, hefur verið mikil starfsmannavelta til dæmis? Já, þú veist, bara, þú veist, ég held að sé bara hluti af vegferðinni, þú veist, að
það mikla róteringar í byrjun sko, þú veist, þannig að fullt af ótrúlega flottu fólki sem eru unnið með okkur, þú veist, í gegnum árin sem eru annars staðar í dag sko, en þú veist, það var einhver snillingur sem sagði við mig að það tekur svona 5 ára slíta af sér, þú veist, barnaskónum sko, þú veist, þú ert svolítið í svona, þú veist, við að stofna nýtt fyrirtæki, við að átta okkur á því bara hvað er að virka og annað og sama tíma, þú veist, ekki koma inn í kannski eitthvað sem er eitthvað endilega fast mótað, við erum líka svolítið að finna upp hjólið svolítið á sama tíma og við erum að byggja fyrirtækið, svo kemur það bara, maður finnur það bara núna hvað er miklu meiri svona, þú veist, það er miklu meiri svona balans og meiri dampur og þú veist, þannig að og við að presenta okkur út á markaðin sem spennandi vinnustæður, að það er mikið af flottu fólki sem vil vinna hjá okkur og með okkur í verkanum og svona, þú veist, þannig að og þetta tekur bara tíma að byggja upp sko, þú veist, þannig að þegar maður lítur í baksýnspeilin, jú, þú veist, örugglega fullt af því sem maður myndi vilja gera öðruvísi, heldur en maður gerði, sko, en ég held að það sé líka bara hluti að lærdómnum, sko, þannig að í dag erum við bara með, bara trufla flott heimi, sko, þú veist, og alls konar sérfræðingar og svo framvegist, þannig að og stemmingin bara í vinnunni, þú veist, það er einhvern veginn svona, þú veist, það er einhvern veginn búið að móta þetta keppniskap, það virðist vera bara, það er alveg sama við hvernig þú talar, það er allir svona með í geiminu, þú veist, það er allir tilbúin að, þú veist, leggja ár og bát og hjálpast að og þetta, þú veist, ef maður nær að smita þessu, þú veist, inn í hópin og, þú veist, allir fá tækifæri til að vaksa og dafna, það er lykillinn, sko, þú veist, af hverju ertu að vinna hjá okkur fyrirtæki, það er ekki bara til að mæta nýja launin, þetta skipta launmáli og allt það, sko, en þú veist, númer 1, 2, 3, þú veist, það þarf að vera ykkur ástæða, það þarf að vera eitthvað purpose fyrir maður að koma í vinnuna, þú veist, það þarf að vera eitthvað svona in it for me, þú veist, líka, þú veist, þegar þú ert að ráða inn, þú veist, metnaðfullt fólk, sko, þú veist, það þarf að fá tækifærin, sko, og það er bara, þú veist, það er hlutverki okkar, bæði sem, þú veist, ég sem þá framkvæmdastjóri og bara stjórnendur að gefa fólkinu okkar tækifæri. Og Sahara þarf ekki að vera að það sé endastöð, þú veist, starfsmannsins núna, sko. Við fögnuði og fyrst frábært þeirra starfsmenn sigla önnum með, þú veist, þetta væri til að halda þeim endalaust, sko, en það er bara hluti af því, þú veist, ekki bara sjálfur að líka tímanni breytast og áhugasvið og annað og hvert mann langar að stefna og við þurfum bara að fagna því líka, sko, það er bara gaman að sjá starfsmennina sína fljúa á hreiðrinu, eða þú getur sagt það, sko, þannig að það er náttúrulega líka sett að sig við að það er ekkit svona forever, sko. Nei, þó maður myndi óska þess að það væri bara þannig, en það væri ekki þannig, sko. Einmitt. Og náttúrulega einhverju starfsmenn sem að fitta kannski inn á ákveðnum stað þar sem fyrirtæki var, en svo kannski vex fyrirtæki og hratt fyrir það og þeir kannski ná ekki að halda í við, sko. Það er líka, þú veist, það er líka hluta ég held að spili, þetta var mjög góða punktur þar, ég held að það spili líka inn í að, þú veist, við starfsaldi fyrirtækis í dag er bara, þú veist, það var reiknið út daginn, þú veist, er bara þokla hár, sko, og reynslan í, ef þú tekur árafjölda hvað, þú veist, fólki okkur búið að vinna lengi í marketing eða, þú veist, kontentframleiðslu og svo framvegis, þá er það er stór hluti á okkur sem er búin að vera meir en 10 ár, þú veist, vel yfir 10 ár, sko, þú veist, í því sem við erum að gera, sko, þannig að og það er útrúlega dýrmætt, sko, þannig að og sú reynsla sem þau hafa, þú veist, og komið með að borðinu og svo sambland af að fá nýjar og ferskar hugmyndir, sko. Þú veist, það er líka ótrúlega mikilvægt. Það er að fá annað perspektíf, sko. Þú vill ekkert vera, ég hef allan ekki á að vera endað sem er gamli kallin á gólfinu og, þú veist, og vera fyrst að sveigja yfir einhverjum nýjum miðli sem er að koma, sko. Þannig að þessi dýnamík að vera með, þú veist, einhverja reynslubolta og fá einhver unga og ferska sem eru með allt öðru sér perspektíf, það býr til eitthvað svona dýnamík inn á vinnustæðinu sem er mjög skemmtileg, sko. Já, mikið að blanda. Já. En svona á þessum, 8 árum sem þið eru búin að vera í rekstri, hvað myndir þú segja að vera svona stæðstu mistökin sem þú hefur persónulega gert? Eða var eitthvað svona eitt sem var svona stæðstu mistök sem að búin að læra af? Ég held að, þú veist, maður er búin að læra, þú veist, bara hafa, þú veist, svo sem ekki hvort að bitið mig í rassin á einhverju tímapunkti, þú veist, en þú veist, númer 1 og 3 hafa bara trúa sjálfur sér, sko, þú veist, að vera ekkert að efast þú veist, það sem maður stendur fyrir og hvert mann, þú veist, langar að taka verkefnið og svo framvegis, sko, þú veist,
það oft erfitt þegar þú ert í eigin rekstri að þú ert ekkert með ég er ekkert með 4 yfirmenn á bakinu að klappa mér sko, þú veist, þannig að þú klappar sjálf þér. Já, eða þú veist, og svo bara finnum maður að bara fá fólkinu, þú veist, ef að þau koma til maður og segja að þeim liði vel í vinnunni og finnst gaman í vinnunni og þú veist, og að hrósa samstarfsfélögunum sínum og svo framvegis, þá ég bara sáttur sko, þú veist, þannig að en þú veist, allir svona stæðstu mistökin, þú veist, fyrir utan eitthvað svona þetta sem persónlegt er að að vera ekki alltaf að eldast við það nýjasta, þú veist, líka svolítið bara, þú veist, það er ekki alltaf að hlaupa til hliðar og þú veist, það er eitthvað nýtt spennandi, þú veist, ég var að hlaupa hangað og svo var ég að hlaupa hingað, þú veist, þannig að fókusin okkar núna hefur verið svolítið bara svona, hvað ég segja, svona draga allt í land og segja bara, hvernig erum við hér? Já, við erum geggjuð hér. Hérna erum við geggjuð, hérna erum við ekki geggjuð, burti með þetta, þú veist, bara, og finnast það bara líka allt í lagi, sko. Þú veist, við erum ekki brandingstofa, til dæmis. Þú veist, við höfum alveg tekið okkur brandingverkefni, en við erum ekki brandingstofa, þú veist. Þannig að það eru stofur á markanum sem eru miklu betri í branding heldur en við. Og það þarf líka bara kjark að geta sagt að við bara hópinn og sjálfan sig að, þú veist, það ok, ég get ekki verið alveg allt, en ég ætla bara að vera geggjaður hérna, sko. Já, fókusin. Já, og það hefur bara skilað sínu líka, þú veist. Það verður ekki alltaf líka að þinna út, svo að, get ég sagt mind, þú veist, headspace-ið þitt, þú veist, leiður komin hingað, þá er miklu erfiðara en árangri, alveg svo bara þetta multitaska, en ef það vart með fókusin og allt kemur svona heim og saman, þá er miklu auðveldar að stýra hópnum og fá yfirsýnina og reka fyrirtæki, í staðin fyrir að vera allt á breiður, sko. Þannig, en það er náttúrulega mjög challenging, sérstaklega í nútíma samfélagi í dag, það sem er rosalega mikið af distraction, sko. Og ég er ekki hvít þegin að því, sko, þú veist, ég er mjög nýjungagjarn og tel mig vera bara svona nokkuð frjór hvað varðar að fá hugmyndir og pælingar, þú veist, þannig að þess vegna hefur virkað, þú veist, ég hef lært að því að í staðin fyrir að hlaupa með hugmynd sem ég fæ og vilja keyra bara á hana, þá er ég bara fann að temja mér að tala um hana, kynna hana og ræða hana við mitt fólk og fá bara feedback, það þarf ekki alltaf að gerast í dag, sko. Má alveg gerast eftir viku eða 2 vikur, sko. Þannig að maður er líka búin að taka þetta að vera ekki alveg bara, þú veist, og það hefur líka hjálpa bara, það er ekkert endilega ideal, þú veist, ég er ekki að fara að predikara fyrir að það sé ideal að vera, þú veist, framkvæmdastjóri búandi í Bandaríkjunum og vera að vinna mót Íslandi, sko, þú veist, þannig að, þú veist, það er ákveðin áskorun sem fylgir því, sko, en það sem að það hefur gefið mér er bara, þú veist, þetta næði til að hugsa og pæla og fá bara andrými, þú veist, til að melta hlutinu, sko, út í að þú ert ekki, ég er ekki á gólfinu, sko, þú veist, það sem að allt er í gangi, sko. Já, getur stíða eins frá rekstinum. Já, þannig að, þú veist, ef ég ætti að predikara fyrir ykkur, þú veist, sem að stjórnendur, þú veist, sem er að reka fyrirtæki í dag eða eitthvað, það er að gefa sér tíma bara til að stíga eins út fyrir fyrirtæki sitt og fá bara tíma til að hugsa, sko. Og því ef þú ert alltaf í geiminu og alltaf inn á vinnustæðunum og alltaf aðgengilegur, þú veist, þá ertu bara svolítið í þessu. Bara hringiðinni. Já, þú ert bara í þessu, þú veist, og gefa þér tíma til aðeins að stíga út og þú veist, það þýðir ekki að þú sért ekki að vinna vinnuna, sko. Þú veist, bara farið frá í 1 viku eða 2 daga eða whatever, sko. Þú veist, bara aðeins að hugsa hlutina, sko. Já. Þannig, og svo bara byggja upp eitthvað network sem þú getur speklaði við einhvern annan og fengið annan perspektíf, sko. Þannig að það hefur hjálpað mér ótrúlega mikið, sko. Þannig. Já, en hver er svona, þegar kemur reksturinn svona þín helstu markmið í dag? Það er bara að vera með, þú veist, hollan og góðan rekstur, sko. Þú veist, ég er, þú veist, það er ekkit endilega, þú veist, þessu staðan í dag að vera með eitthvað, þú veist, eitthvað keppni að vera með stæðstu stofu Íslands eða stæðstu stofuna í Bandaríkjunum, fattaru, þú veist, það er ég vil bara vera með, þú veist, rekstur sem er heilbrigður og góður og þú veist, og og bara rekur sér vel, sko, þú veist, það er og frekar að gera hlutina vel, heldur en að, þú veist, það er ákveðin áskorunni að vera alltaf stór líka, sko, þú veist, þannig að, en ég átti með markmið, sko, þegar ég flutti út að 5 ára markmiði var að vera með einn viðskiptavinn í öllum heimsálfum, sérst, já, þannig að það var markmiðið mitt, þannig að
það var eitthvað svona skemmtilegt ég byrjaði að tjekka út hérna einn í Ameríku, einn í Suður-Ameríku einn í, þú veist, það var við vorum með í Evrópu, þú veist, og svo náttúrulega bara Íslandi náttúrulega, en svo voru fann að smitast aðeins lengra og það var svona, já, ekki þetta rosalega margar heimsálur eftir til að geta tjekka markmið, sko, þannig að en markmiðsending samt góð, sko, þú veist, þannig að, þú veist, við erum alveg sett á blað, þú veist, hérna, þú veist, við náttúrulega setjum alltaf skýr markmið fyrir, hérna, þú veist, árið, en við höfum reynt að svona visualiza hlutin okkar, þú veist, í staðin fyrir að tala bara þá, að reyna að gera það svolítið aðeins sjónarrið, við náttúrulega vinnum í því, sko, þannig að fínt að hérna tilekka sér það líka í markmiðsendingunni, sko, þú veist, að reyna að sjá fyrir sér, þú veist, bara, þú veist, oft tala að, hérna, hvar viljum við sjá okkur fyrir eftir 5 ár eða 10 ár, þú veist, það framan á, þú veist, einhverju tímareiti sem, þú veist, fyrir einhver velun sem við, þú veist, vorum að vinna og þetta var svona eitt af markmiðunum sem að ég setti mig fyrir, ég var með nokkuð markmið fyrir árið og það var að vinna til veluna á erlendu vettvangi, þú veist, við höfum fengið viðurkenningar áður en markmiðið fyrir árið 2023 var að vinna velun og það var bara mindsetið sem við settum í gang þannig að öll verkefni sem við förum inn í alltaf að horfa á að við ætlum að, þú veist, er þetta presentable og á að möguleika að vinna, þú veist, verkefni er mismunandi og þú veist, það er ekkert öll þannig en alltaf að nálgast verkefni þannig að þú þurfur að búið til case study og presenta það svo fyrir einhvern að þú sé stoltur að þið, alveg saman hversu verkefni er stórt eða lítið, sko, þannig að og það virkaði, þú veist, þannig að það var bara svona eitt svona hefðunabreyti, þú veist, hvernig þú nærð, þú veist, þessu keppniskapi og annað, þú veist, og reyna svona visualize, svo byrja að fáið nokkur erlend velun og það er orðið svo visual núna, þú veist, á vinnustafnum að, ok, við getum þetta, þú veist, og þá kemur meiri trú, þannig að núna þegar við förum inn í verkefnin, þá erum við miklu meira fókusur að bara, nú koma starfsmenn bara, ég ætla að fá þetta verkefni og ég ætla, þú veist, ég ætla að snýta því og ég ætla að fá að presenta í næstu velun, þú veist. Já. Og eru þá miklu, þú veist, ennþá meira keppniskap og vilja fara ekstra mæla, þú veist, að reyna að ná okkur geggi út þessu, sko. Þannig að... Það er enda geggi hugafar. Já, þannig að... Já, þannig að það er svolítið það sem hefur kannski byggt upp en þetta keppniskap hjá okkur að vilja allir gera svona gríðarlega vel og hafa möguleika á því þá að geta unnið einhver velun. Já, þú veist, ég hef tekið oft hérna, þú veist, presenta bara svona liðsmyndir, þú veist, og ég kem sjálfur úr íþróttum, sko. Ég var ekkert með bila keppniskapir, ég var að alast upp, sko. Þannig að, en svo klikkar eitthvað hjá mér, hérna, þú veist, hérna þegar ég er kringum 16 ára eða eitthvað, þá bara fæ ég, þá fyrir að ganga vel í íþróttum og, þú veist, fyrir að eiga meiri möguleika að vinna eitthvað og taka ennþá meiri þátt og svona, þá kemur eitthvað bila keppniskap og það hefur bara fyllt mér síðan þá, sko, þannig að, hérna, og ég presenta oft svona bara liðsmyndir, sko, þú veist, þannig að af fótboltaliðum, þú veist, segja, þú veist, tökum bara sem dæmi hérna Leicester City, þú veist, þeir vinna úrvalsdeildina, ekkert með besta liði, sko, besta samheldna einingin og það er hlutverk okkar að púsla saman hópa af einstaklingum, þarf ekkert að vera stjörnir í hverju einu sem stöðu, sko, en það er bara hvernig við vinnum saman sem eining er algjörleikill og þannig byggjum við teimið út með starfsmenn sem eru með minni reynslu, með starfsmenn sem mikla reynslu og með kreatív aðala, þú veist, og fjölbreytin er orðin svo ógeðslega mikið í þessu, þú veist, hérna, í þessu starfsumhverfi sem við vinnum í, að hérna, að það er ekkert eitthvað eitt sem að er að fara að snýta verkefnu og getur tekið allt spektrumi, sko. Heldur þú þarft að treysta á að, þú veist, að sessunautin bakkið upp á ákveðnu þáttum og einhver annar taki einhver aðra bolta. Og þetta er bara eitthvað sem við predikurum fyrir, þú veist. Það er bara sterk liðseld, sko. Annarkvært gerir þetta bara saman ef við getum bara glimt þessu, sko. Já, eða bara sleppa þessu. Já, það er eiginlega þannig, sko, þú veist. Þannig að... Já, það er alveg hugafar. Já. En hvernig við gengið hjá þér að svona tvinna fjölskyldulífið og reksturinn saman, það sem að þú ert að vinna gífulega mikið og sérstaklega sem þú ert í Bandaríkjunum? Sko, að einhver leiti, þú veist, vel og örugglega einhverju öðru leveli illa, sko, en svona heilt yfir þá hef ég bara reynt að passa mig, auðvitað að koma tarnir það sem að, þú veist, það er bara ógeðslega mikið að gera, sko, þú veist, og þá þá fær maður bara skilning frá konunni, þú veist, ég væri örugglega ekki komið svona langt eða væri ekki fyrir hana, sko, bæði sem
algjör klettur heima fyrir sko, en líka bara geggjað partner, þú veist, bara til að tala við, þú veist, þegar maður þarf að leta á sér og pæla og spekulera, þú veist, þá þá hún oft með góð rök sem að hjálpa manni að svona aðeins að sjá aðeins út fyrir boxið sko, þannig að en það hefur hjálpað alveg heilan helling, það er alltaf þessi tempo úti sko, heldur en heima sko, maður finnur það bara, þú veist, þú veist, þegar ég bjó heim á Íslandi, það bara vakna á mótnana, skull í skólan, fara í vinnuna, drífa sig heim, sækja, aftur heim, krakkan út að leika, skuttla og æfingar og svona. En úti í Orlando, sko, það er ekki eins opið samfélag, sko. Það er aðeins meira restriktið, sko. Krakkanir fara ekkert út að hlaupa bara og fara að spyrja eftir öllu krakkanum í hverfinu og svo sé ég það ekki bara fyrir 8 kvöldi, sko. Við erum bara miklu meira saman sem fjölskylda, sko. Þú veist, þannig að það hefur hjálpað mér alveg ótrúlega mikið, þannig að þegar ég kem heim úr vinnunni þá er yfirleitt bara fjölskyldutími og helganar úti, við erum allir í nýju landi líka sko. Við erum að upplega svo mikið nýtt og okkur langar að prófa svo margt að maður reynir ofta að nýta helganar að gera eitthvað saman sem fjölskylda. Krakkarnir er ekki bara að leika við vinna, við erum miklu meira saman sko. Þannig að það hefur verið mjög næst sko. Þannig að það hefur verið kærkomið, þú veist, út í að það er alveg mikið álag og þú veist, mikið að vera á svona, þú veist, þannig að ég held að sé bara komið sér vel að vera bara hann úti, sko. Mörguleiti kannski bara betur en heima á Íslandi? Nei, þú veist, fyrir akkurat, þú veist, mig núna, þú veist, ég sé alveg sama hvert þú ferð, þú veist, fyrsta árinu er svo spennandi og þetta er allt svo geggjað og þú veist, þannig að en, þú veist, ef ég sakna einhvað, þú veist, eitt af því sem ég sakna við Íslandi er þetta opna samfélag sko, þú veist. Já. Og maður hefur ofta rætt það sko, ef mér langar að koma aftur heim þá er það líklegast út á börnunum sko, þú veist, að leyfa maður að prófa að alast upp á Íslandi sko. Já. Og því það er alveg uník sko, það er mjög gaman að tala við vinni sín þetta bara, þú veist, hvað allt er svona opið og frjálst með við hvernig... Það sem við getum bara farið út að leika sér en eru kannski bundið við svolítið heimilegan í Orlando. Nákvæmlega sko, en fyrir vikið er bara meira fjölskyldu dæmi, þú veist, þannig að þegar við erum að hitta vinn okkar, þá er það oftast bara með börnunum líka, þú veist, þannig að við gerum mikið saman sem fjölskylda, en á sama tíma þegar við erum að hitta vinn okkar eða eitthvað, þú veist, þá er oftast, þú veist, fjölskyldan og börnin og þú veist, þannig að þetta er oft bara stóri hittingar, sko. Já, þetta er bara eins og allt hefur sína kosti og galla. Já, ég held að sé, það er bara þannig, sko, þú veist, það er ekkert gras, ekkert endilega græna hinum megin, þú veist, það er bara öðruvísi grænt, sko. Já, einmitt, það er öðruvísi gras. Já, nákvæmlega. En hvernig sér þið fyrir, heldur þú verðir næstu árin úti í Orlando? Já, þú veist, ég setti mér, þú veist, viðmið að vera hann úti í 5 ára allana, þú veist, og taka svo bara stöðuna, sko. Já. Þannig að 2,5 ára eftir. Fljótt að líða. Já, rosalega fljótt, sko. Og þú veist, fyrsta árin er lengilega, sko. Þú veist, þetta verður næstu, þú veist, hinn helmingur verður, sko, ég er að fara að taka ákvörðum bara eftir, þú veist, þetta líður svo rætt, sko. Er einhver sérstök ástæða okkur valdir 5 ár? Það var alveg svona viðmið bara, þú veist, við aldrun á börnunum mínum, sko. Þú veist, hvenær væri svona ideal að fara heim, sko, þú veist, ef það verður niðurstaðan, sko. En eins og núna er bara allt opið, okkur finnst bara frábært hann úti, sko. Þú veist, þannig að það er ekki stress og ef að reksturinn þú veist, er að taka við sér og allt í gangi og svona, þú veist, þá kannski að komin allt öðru sér dýra mig geta eftir 1 ár og ég verð bara að framleikja, sko, þannig að hún nóg, sko. Já, hvað eru mörg á skrifstofunan úti í Orlando? Við erum 4, þú veist, úti, þannig að og erum núna, svo erum við að fara í ráðningar núna, sko, þannig að Já, ráða fleiri þar. Já. Ok. Og hvernig svona ráðningarna þar við hliðin á heima til dæmis? Er þetta sama ráðningaferli? Já, svo nokkuð svipað, sko. Þú veist, ég nota LinkedIn mikið úti, þú veist, birta allar auglýsingar þar og náttúrulega hugurinn af fólki sem að sækir sko, þú veist, opnaði fyrir umsóknir daginn, ég held að það fengið 350 eða eitthvað, þú veist, umsóknir á einni viku eða eitthvað, sko. Þannig að maður reyna þú veist, það er kannski aðeins sjálfsig, þú veist, það eru margir spennandi bitar, sko, þú veist, sem að opnast fyrir manni, sko, en annars bara, veist, ég er ekki að reyna að vera amerikani, sko, veist, ég vil fyrir að taka íslenska elementi inn í þetta og veist, hvernig við approacha hlutina, sko, þannig að ég tók þetta bara alveg eins og heima, sko, það bara viðtal og bara reyna að vera mannlegur og þú veist,
og ég hlægi ofta að því sko fyrstu starfsmenn sem við riðum inn sko, þá var ég búin að ákveða að ég ætla að bjóða þeim til Íslands og þetta var mér svo mikilvægt að þau kæmi inn og þú veist, ég var búin að ráða 2 og svo, þú veist, voru næstu 2 að koma inn og mér langaði að fá allt heim til Íslands og leiða mér bara kynnast dýnamíkinni heima, þú veist, bara við erum ekki bara, þú veist, lítil auglýsingarstofa sem bara byrja henni í Bandaríkjunum, þú veist, við erum bara ótrúlega mikið af flottu og, þú veist, flottum hópina heima á Íslandi og þið eru að fara að vinna með þeim, sko. Þannig að við erum ekki að fara að búa til eitthvað öðruvísi identity hérna úti, sko. Þannig að ég vil miklu frekar koma með þetta íslenska element. Og svo ég í ráðningaviðtalinu og hringi í manneskjuna og gerðu við þessast 2 sem voru að koma inn og spyr, bara þú bara ráðinn, en ertu með vegabréf? Og kemur eitthvað, nei. Og ég nei, ég er að fara að taka til að bjóða til Íslands, bara, þannig að þú getur byrjað núna, þú ert búin að vinna í 2-3 vikur og við förum svo til Íslands. Svo bara sko, þú veist, þannig að mér fannst það bara mikilvægt og fannst það bara mjög eðlileg spurning. Fengu bæði komment sko, hvort að frá foreldrum þessara einstaklinga, hvað þetta hefði verið sérstakt út af að það spyr enginn þetta, svona blákalt, út af að þetta ekki svona eins eðlilegt að spyrja vegabréfan úti og þau voru svo alveg vissum að þetta væri fake, sko. Að ég væri ekkert að ráða þér, sko. Og þetta human trafficking og annað miklu algengara út í Bandaríkjunum heldur það sem við þekkjum hérna. Þannig að þeim fannst þetta allt bara mjög skrítið sem foreldrunum. En út í að samtalið var svo næs og allt svo geggjað, svo hitti ég bara mannskjörnar og þá bara geggjað, græðum passportinn og svo vorum við farin til Bandaríkjunum, sko. Þannig að maður líka búin að læra ýmislegt bara, þú veist, bara svona menningamunur og kultúr og þú veist að vera, þú veist, sérstaklega í Bandaríkjunum, þú veist, þó þessi mörguleiti ótrúlega, þú veist, líka okkur, þá er þetta allt þannig séð menningarheipur og svo ótrúlega fjölbreytt, þú veist, fólk hvaðan áur heiminum, hann í Orlando til dæmis, sko, þú veist, þetta er ekkit bara til sama bland. Alveg, sko, þú veist, hinni mínir frá Marokko og Rússlandi og Suður Ameríku og bara, you name it, sko, þú veist, það er bara allstaðan af, sko, þannig að geggja að vera með í jólabóðum, sko. Já, fróðlegt og skemmtilegt að vera að fara í gennum þetta ferli. Já, ótrúlega, sko, bæði fyrir bara mig að, þú veist, fá öðru sér sín og heyra, þú veist, annað perspektíf á bara, þú veist, bara heiminn, bara, þú veist, bara hvaðan við komum, sko. En líka ótrúlega gaman að geta gefið fullt að sér. Við Íslendingar erum búin að ná ótrúlega langt í svo ótrúlega mörgum hlutum, sko. Þú veist, þannig að líka ótrúlega gaman fyrir okkur að ég er ekki alltaf að spegla mig bara við Íslendingar, sko. Ég er líka að fá að spegla mig við og koma með, þú veist, mína sín á hina á þessa hluti, sko. Og fæ feedback frá aðalum sem ekki endilega þar, sko. Þannig að... Já, það er mjög gott. En hvar sérðu sjálfað eftir svona 5-10 ár? Hvar viltu vera og hverju viltu hafa kannski einhver svona áskoranir sem vilt hafa lokið? Sko, draumascenarión alltaf væri bara, þú veist, að alltaf sem að við erum að bara búin að vera að keyra í ganga sé bara búið að vaksa og dafna og orðið stable, þú veist, það er þannig horfum maður á, þú veist, verkefni sín, en hvar ég vil vera eftir 5 ár? Það er 10. 5 eða 10 ár? 10 ár, sko. Það sé ekki bara gera, þú veist, eitthvað sem mér finnst bara ótrúlega skemmtilegt þess að ég er að gera í dag, sko. Þú veist, þannig að hvort sem að það sé nákvæmlega sama starf ég er að gera í dag eða eitthvað annað eða bara númer 1 og 3 er bara að hafa gaman í vinnunni, sko, og því sem ég er að gera, sko. Já. Ég er 10 ár, sko, það er rosa langa tími, sko. En þetta er fljótt að líða? Þetta er rosa fljótt að líða, sko. Þannig að, já, við erum búin að vera í þessu núna í 8 ár, sko. Þannig að þetta er bara mjög fljótt að líða, sko. Þannig að En þú ert ekkert búin að setjast kannski niður svona með sjálfur og rissa upp planið næstu 5 árin? Nei, þú veist, núna er þetta bara svolítið, þú veist, setti mér alveg rosalega skýr markmið fyrir þetta ár, þú veist, eða síðast ár og með rosalega skýr markmið fyrir þetta ár og þú veist, ég held að þegar maður er búin að koma sér í gegnum, þú veist, þessi spennandi verkefni að þá getur maður, þetta er svona svipað í sjóðartalum þú veist, núna er maður svolítið að taka allt saman, sko, og þegar það verkefni er búið, þá kannski fær maður að opna nýtt, sko, þannig að og fá annað perspektíf og sjá okkar nýtt og spennandi og okkur nýtt tækifæri, sko. Já, heldur þú að vera alltaf í auglýsingabransun? Já,
Nei, örugglega, nei, þú veist, er ekki miklu líklega að segja örugglega ekki, þú veist, þannig að nei, þú veist, ég finnst alveg gaman að prófa eitthvað nýtt og spennandi, sko, en þú veist, hvort ég verði þar eftir 10 ár, já, örugglega, sko, þú veist, ef þetta heldur áfram að, þú veist, vera svona nýtt og spennandi, ef þetta verður, þú veist, ef að auglýsingamarkaðurinn orðið þannig að hann er búin að vera eins í 5 ár og, þú veist, þá fer mann kannski langa að prófa að gera eitthvað nýtt, sko, þú veist, en meðan hann er ennþá svona nýr og, þú veist, það er alltaf eitthvað ferskt og eitthvað svona, þú veist, þá er maður alveg til að sprikla í þessu, sko. Já, ég held að sé mjög litla líkur á hann hætt að breytast. Já, ég held að líka, sko. Nei, bara eftir að breytast ennþá mér allavega hvað næstu 2 árin þegar AI er komið og byrjar að nota AI til að gera Google AdWords bidding strategíur. Það er bara, þetta er mjög áhugavert, sko. Þannig að þetta er, maður aðeins byrjar að fikta í þessu, sko, þú veist, aðeins bara helling, þannig að eins langt og maður kemst bara, þú veist, tækifærin í þessu, sko, þú veist, ég tala mikið um það, þú veist, að ég held að, þú veist, hlutaði okkur, þú veist, gekk svona vel að, þú veist, setja upp eitthvað svona strúktúr og pælingar og annað, er að stóru hluta, þú veist, þökk sé AI, sko. Þú veist, mikið af, þú veist, svona ferlum og pælingum og strúktúr og annað sem að, þú veist, við höfum farið í gegnum er ég að prompta AI-vél, sko. En það þýðir ekki að hún sé að fara að gera vinnuna fyrir mig, sko. Ég þarf að hafa vitað hvað ég er að biðja um, sko, og skilja, þú veist, ég er ekki að fara að standa fyrir framan fólkið mitt og fá svo spurning og segja hingra aðeins og fara svo að spyrja af hverju eða hvernig ég á að svara þessari spurningu, sko. Nei. En fyrir þá sem að kunna nota þetta og hafa reynslu og þekkingu, þá er þetta eins og, þú veist, ég segja bara svona sinni 2 eða sinni 3 á, þú veist, brainpoweri sem þú ert með, sko, þú veist, ef þú kannt að nota þetta rétt, sko. Já, þetta er bara tól. Þetta er bara þannig og þannig að, þú veist, það er mikið talað um að, þú veist, þetta sé að, þú veist, bara útrýma það, þú veist, og þú veist, að fara, þú veist, skemma eitthvað, bara breyting eins og allt annað, þú veist, og hversu stór, og þú veist, við munum aðlagast að þessu á einhverju leiti, á einhverju tímapunkti og svo framvegis, en það sem er að gerast núna er að þeir sem kunna nota þetta og eru með skilning og þekking og reynsluna, þeir skjótast upp, fara að hlaupa ennþá hraðar, út í að þeir kunna nota þetta og geta nota þetta, en þeir sem eru ekki með reynslu, þekking og skilning og ætla að reyna að nota þetta, þeir komast ekki Ísland. Og þar liggur bara munurinn. En svo bara lykillinn að vera ekki hræddur við þetta, sko. Já. Ekki að horfa á þetta sem ógn, frekar að horfa á þetta sem tækifæri, sko. Þannig að ég er reyna að prótsa það þannig, alveg saman hvað það er, sko. Þú veist, hvort sem að er einhver promptvél að skrifa texta fyrir mig eða, þú veist, finna, þú veist, grafískar hugmyndir eða breyta, þú veist, vídeóum eða, þú veist, you name it, sko. Þannig að já, einmitt. Það er bara ef þú ert ekki á top of it að kynna í nýjunga, þá verður þú bara eftir. Sko, þarf það að vera forréttin, sko. Þú ert ekki í eiginrekstri ef þú ert ekki forréttin, sko. Þú veist, og þú nærð ekki langt í lífinu nema að vera forréttin, sko. Þannig að ef þú ætlar að vera bara leðvöldurinn sattur, þá stafnar. Þannig að þessu er svo mikilvægt fyrir okkur sem erum að vinna við þetta allan daginn að, þú veist, prófa að fara inn og testa þetta, þú veist, við vorum að prófa eitt daginn, þú veist, ég veit að þú hefur gaman að, þú veist, auglýsingum og hvað er að virka og annað, þú veist, að geta tekið bara auglýsingaherferðin að setja hann inn í einhverja vél og hún analæsar textaðin og myndefnið og kemur tillögur hvernig þú átt að breyta því og svo framvegis, þú veist, bara svona litlu hluti bara til að fá annað perspektíf, þú veist, þannig að svo er það mitt sem sérfræðingur að meta hvort að þetta feedback hafi verið gott eða ekki, sko. Einmitt. Kunna nýta sér þetta. Já, þannig að það er ógeðslega spennandi, sko. Er það ok? Þá erum við heldur bara í toppmálum. Búin að fara svona yfir flest, ekki nema að sé eitthvað sem að þið langi að bæta við að koma fram. Ég held að sé bara búin að cover þetta allt, sko. Þannig að, já. Það er bara glæslegt. Það er bara takk fyrir að koma í þetta viðtal. Já, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumum. Þú getur séð fleiri þætti inn á íslenskidraumurinn.is og fylgst með okkur inn á Instagram og Facebook.